Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta, atvinnulífið, sjávarútvegur og kísill á vænan sess í þessum þætti, en svo förum við í myndatöku fyrir aðalsýninguna á ljósanótt þessu sinni, en hún heitir Andlit bæjarins. En við hefjum leikinn í Grindavík á fyrstu bæjarhátíðinni í ár, sjóvaranum Síkáta, en þúsundir streymdu til Grindavíkur í sultu blíðu síðustu helgi. Við hittum Hjallalöggu, Hjálmar Hallgrímsson, forseta bæjarstjórnar, lögreglumann og fyrrverandi íþróttakappa í Grindavík og ræddum við hann sjóvarann. Hjálmar, þetta mjög vel heppnuð og stór hátíð hjá ykkur Grindvíkingum. Já, hún það og það kannski eins og sést að þá skiptir veðrið ofboðslega miklu máli og þetta mjög stærra núna og meira og það margt í boði og það bara ofboðslega gaman á þessu dögum og búið að vera núna alla helgina. Sjómennskan ykkur ansi nærri en þið svona búið til bæjarhátíð í leiðinni? Já, þetta svona eiginlega okkar stóra vika. Við reynda vorum með menningaviku í vetur. Þessu voru mikli viðburðir og ýmislegt í boði en þetta svona eiginlega okkar svona grindvíska þjóðhátíð. Grindvíska samfélagi hefur nú þróast ansi mikið á undanförnum árum. Þetta orðið gríðarlega öflugt bæjarfélag sem stendur mjög vel á öllum sviðum eiginlega. Já, það má segja það. Við stöndum bara mjög vel og það nú ekki síst útgerðin að þakka og það hefur verið haldið vel á spilum í gegnum árin. En svo sem það margt að vinna fyrir. Við höfum verið í toppstöðu í íþróttamálum og annað. Við þurfum að vinna okkur aðeins betur og ætlum að bara vinna því. Vera bara í toppnum alls staðar. Og í atvinnulífinu þá ferðaþjónustan að aldeilis að koma sterk inn hérna. Með nýtt hótel og annað í bæjarfélaginu. Já, það er gríðarleg gróska í þeirri starfsemi, bæði hótelið og svo náttúrulega Bláa lónið að fara í þetta lúxushótel, bygging á því. Nú svo erum við bara með veitingastað og ýmsa afþreyingu hérna í Grindavík, fjórhjólaleguna, við erum með glæsilegan golfvöll og það allt í boði. Við höfum bara verið svolítið sofandi en mér sýnist þetta að vera allt á hræðri upplið. Áttu von á því að verði frekari mannfjölgun, þið fóru nýlega yfir 3000? Ég gerir ráð fyrir því að það náttúrulega langt best að búa í Grindavík en það þarf ekki að segja öllum það en já, okkur mun bara fjölga hægt og rólega. Hér næg atvinna og hér almennt ástand gott þannig ég gerir ráð fyrir bara áframhaldandi fjölgun. Við vorum að skoða hérna aðstæður hjá Vísi, gríðarlega öflugt sjávarútvegsfyrirtæki með 257 manns í vinnu segja þér. Þetta ekkert smá fjöldi sem að vinnur hjá svona einu fyrirtæki og þetta ekki eina fyrirtæki sem í svipuðum málum. Þau eru fleiri svona hérna. Já, þau eru fleiri. Vísir náttúrulega með glæsilegt fyrirtæki hérna og náttúrulega varð smá breyting á þeirra rekstri. Við vorum land allt og hafa aukið þetta hér og við höfum sannarlega fundið fyrir því bara öllum framkvæmdum í bænum og svona. En það eru fleiri, það eru Þorbjörn og það eru Stakkavík, Einhamar, Gjögur. Það endalaust og mér sýnst þetta allt vera á bara góðri leið. Þannig að þið Grindvíkingar eru bara bjartsýnir á framtíðina? Við erum alltaf bjartsýnir. Nærri 300 manns settust fyrir framan linsu Björgvins Guðmundssonar áhuga ljósmyndara en hann vinnur ásamt félögum sínum í áhuga ljósmyndarafélaginu Ljóshópi að magnaðri sýningu á ljósanótt sem ber nafnið Andlit bæjarins. Við kíktum í myndatöku. Já, verður bara svona. Hallaði pípa. Svona. Bara tökum við nokkar. Já, Björgvin, segðu nú okkur frá þessu skemmtilega verkefni. Við erum að taka mynd af íbúum Reykjanesbæjar og þetta loka myndatakan í kvöld og við erum með fullt hús af fólki. Þannig að við þetta verkefni sem að Ljóshóp, áhugamannafélag ljósmyndara á Suðurnesjum að vinna í fyrir ljósanótt og okkur langar að sýna andlitsmyndir af bæjarbúum, svona þverskurð yfir þjóðlífið. Og það gengur bara mjög vel og við erum svona að leggja loka höndina á þetta. Hvað ertu búin að mynda marga, vistu það? Ég komin vel yfir 200
með þeim sem ég búinn að mynda núna í kvöld. Þannig að þetta enda nú ábygglega í svona 250. Þannig að það bara rosalega flott tala og ívið hærri en við vonumst til. Og ætlar að birta mynd af öllu þessu fólki á ljósanótt? Það á eftir að koma í ljós hvað við getum byrt margar myndir. Það er náttúrulega vonandi getum við byrt myndir af sem flestum. Það voru að koma einhver tíðindi varðandi þessa sýningu það ekki? Var ekki verið að, hvað getur við sagt, uppfara sýninguna? Jú, ertu þá meira með sýningarsalinn? Já, við vorum að fá leyfi til þess að vera með sýninguna í listasafni Reykjanesbæjar á ljósanótt og þá getum við haft stóra og mikla sýningu og það er rosalega góða fréttir fyrir klúbbinn og fyrir verkefnið, þannig að við erum mjög stolt af því. Hvernig hefur svona fólk tekið þessu? Ég sé að það er mikill áhugi en svona, hvernig hefur þetta gengið? Sko fólk, það gengið mjög, byrjaði hægt en svona eftir því sem fleiri koma þá bætast fleiri í hópinn sko. Það er eins og fólk, ef einhver úr fjölskyldunni fer þá verða hinir í fjölskyldunni aðeins ófeimnari og drífa sig. Þannig að, já, það hefur tekið bara mjög vel í þetta sko. Var eitthvað sérstök hugmynd að vera með eldri borgara eða yngri borgara eða var eitthvað slík hugmynd í gangi? Nei, sko hugmyndin var að mynda, sko, það er kannski ekki börn en svona ungt fólk og alveg upp í eldri borgara og við erum komið með það mikið fólki að við getum haft, sko, það er að segja, við erum verið seríur innan seríunar, sko, af þá gömlu fólki og ungu fólki og þannig að það er bara alveg, þetta er bara þverskurður af fólkinu, sko. En það var ekkert í byrjun neinn svona kritík að þetta ætti að vera bara gamlir. Það byrjaði svolítið með skeggjuðum mönnum, sko, fyrst. En það voru kannski fyrstu 10 myndirnar og svo breyttist það mjög fljótt, sko. Núna eru jafnvel sköllóttir? Núna er fullt af sköllóttum köllum og fullt af konum. Okkur vantaði mikið af konum í byrjun og erfitt að fá þær, en þær hafa svo sannarlega flykkst inn og ég er búinn að mynda þær alveg í tugatali, sko. Þannig að það er mjög gaman, mjög gaman. En þetta er klúbbur, mér skil samt að þú sért eiginlega að gera þetta allt. Ég er náttúrulega að gera það með hjálp klúbbsins, en ég teki þetta svolítið á mig, kannski vegna þess hvað ég er vitlaus, en ég vil náttúrulega hafa allar myndir eins og stend svolítið í þessu sjálfur, en fæ góða hjálp frá klúbbnum. Og hugmyndin er að myndirnar séu allar svolítið svipar, hvað er þetta, portrétt, svona þröngar andlitsmyndir? Þetta eru svolítið þröngar andlitsmyndir og með svolítið effekt, sko. Þannig að það kemur svolítið, ég er að reyna að ná sko karakternum í fólkinu og ég get ekki útskýrt að öðru sér sko. Þannig að ég breyti engum mikið en þetta er svona aðalega til að ná karakternum fram sko. Þetta er svolítið svona daglegt líf, fólk kemur bara á götunni. Já, fólk kemur bara í úlpunni með húuna og trefilinn og það er bara svolítið sem þetta á að vera sko. Það gerir þetta svolítið skemmtilega sko. Það er engar rosa uppstillingar og fólk fær helst ekkert að líta í spegil á hann að sest í stóli, sko. Þannig að það gerir myndirna mjög flottar. Heilnæmt iðnaðarskólp í Auðlindagarði á Reykjanesi er eitt stærsti atvinnuveitandinn á Suðurnesjum, þótt ótrúlegt sé. Afgangsjarðhiti frá orkuverum HS Orku í Svartsengi og úti á Reykjanesi býr til 400 störf á Suðurnesjum. Við ræddum við einn aðal hugmyndasmiðinn í Auðlindagarðinum. Bláa lónið og HS Orka stóðu á dögunum fyrir ráðstefnu Auðlindagarðin á Reykjanesi og framlag hans til verðmætasköpunar, landsframleiðslu og atvinnuuppbyggingar. Auðlindagarðurinn er regnhlíf yfir þá starfsemi sem skapast hefur í kringum virkjanir HS Orku í Svartsengi og á Reykjanesi. Sjónvarp Víkurhetta ræddi við Albert Albertsson sem er mikill hugmyndasmiður í Auðlindagarðinum. Í næsta þætti Sjónvarps Víkurhetta verður svo Auðlindagarðurinn skoðaður nánar. Hvernig varst þú að upplifa þessa ráðstefnu sem við vorum á hérna í Hörpu? Í fyrsta lagi mér fannst hún afar áhugaverð, gefa góðan þverskurð af því og þeirri fjölbreytni sem er í Auðlindagarðinum og ef maður kíkir örlítið meira á það þá felur þetta í sér og gefur vísbendingu hvaða miklu möguleika við eigum í framtíðinni til þess að þróa þetta enn frekar. Fyrirlesararnir þeir voru mjög góðir og skýrir og ég verð að játa það að efnahags áhrif fyrirtækjanna í garðinum mig grunaði ekki að þetta væri
svona mikið eins og raun ber vitni. Þessi auðlindagarður virðist vera svona bara einsdæmi í heiminum en átt erfitt með að finna eitthvað sem líkist þessu og þetta að hafa mikil áhrif einmitt á efnahaginn í landinu. Já, þetta hefur virðist vera að hafa talsvert áhrif í prósentutalið, í atvinnusköpun og svo framvegis, þannig að það er þvert yfir, en það er eitt í þessu sem mér finnst kannski ekki nægilega skýrt tekið fram og það er svo, hvað maður að segja, þekking og færni og sem aflað hún leiðir út í samfélagið, hluti hennar og öll síðir hafnar í skólakerfinu okkar. Unga fólki sem á að taka við, það tekur við þessu. Og það er kannski það dýrmætasta sem garðurinn gefur. Þetta er uppeldisstöð þeirra sem eiga að taka við. Hvaða möguleika sérðu fleiri í auðlindagarðinu svona í nánustu framtíð? Eins og kom fram hjá henni Kristínu Völu, þá er kísillinn sem fellur til í talsvert miklu magni. Það er auðlind sem við erum að vinna að kanna hvort sé að koma markað. Einn markaður fyrir þetta, það er framleiðsla á sementi. Sementiðnaðurinn í heiminum er sá iðnaður sem losar hvað mest af kolsýru út í andrúmsloftið. Með því að nota kísl, ekki í staðinn fyrir sement, heldur í bland, þá minnkar það kolefnisspor verulega. Og það fæst til þess að gera hátt verð að því ég best veit fyrir hvert tonn af kísl eða kísl sem við getum selt. Þannig að þetta er einn möguleikinn sem er þá afurð sem ekki er nýtt í dag. Frekari nýting á kolsýrinu og öðrum þeim straumum sem eru til staðar, það er klárlega eitthvað sem liggur fyrir okkur næst. Síðan er það ný fyrirtæki, nýjar afurðir og svo framvegis. Eitt sem þú nefndir svona bara, ég held ég bara í góðlátlegu gríni hérna, en það er möguleikar að sjúga þarna bara loft úr hrauninu og dæla því inn á skurðstofur heimsins. Nei, þetta er ekki grín. Það var boruð hola út á Reykjanesi, rétt skammt frá orkuverinu þar, niður í grunnvatnið og við erum búin að gera tilraunir með hana í 3 ár og loftið, og það er engin skreytni, það gerir meira en að uppfylla þær, hvað maður segja, hreinleika kröfur sem gerðar eru til sjúkrahús eða skurðstofu lofts. Þannig að, og eins og ég myndist á, og það var ekkert í góðlátlegu gríni, að það er fyrirtæki, eða fleiri en eitt sem hafa leita til okkar sem hyggja á, eða er að kanna fýsileika þess að framleiða þörunga, hvort unnt sé að fá hreint loft úr hraununum. Þannig að möguleikarnir í auðlindagarðinum eru óendanlegir. Eins og ég sagði hérna í lokin, það er þetta hérna sem takmarkar, eða grái massin, það er það eina sem takmarkar, sky is the limit. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan hún ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum í Grindavík og á landinu öllu, Vísir HF, fagnaði 50. afmæli á sjómannadaginn. Við kíktum í afmælisveislu og ræddum við framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Þetta eru stór tímamót hjá ykkur Vísis fólki.
Já, þessi sjómannadagshelgi mjög sérstök. Það margs að minnast og margt að halda upp á. Bæði afmæli tengd foreldrum okkar sem hefur orðið 60 ára brúðkaupsafmæli núna. Pabbi hefur átt afmæli á miðvikudaginn og svo fyrirtækið sjálft 50, þannig að það margs að minnast og margs að fagna. Hvað myndirðu segja við okkur í dag að væri svona skipti mestu máli í ykkar fyrirtæki? Við höfum verið ákaflega heppnir með starfsfólk. Við vorum að heiðra 2 starfsmenn í starfsmannahófinu okkar föstudaginn sem hefur verið hjá okkur í 40 ár. Við erum með 20 manns sem eru búin að vera með okkur yfir 20 ár, aðrir 20 sem bara verið 15 ár, meirinn helmingur sem hefur verið yfir 10 ár. Þannig að við erum ákaflega þakklátt fyrir það og það kannski lykillinn og það ekki bara orðagjálfur. Það bara þannig að ef þú ert með gott starfsfólk sem stillir sér saman þá fara menn í gegnum alla skafla sem mæta þeim. Þið fóru nú í gegnum smá skafla í fyrra þegar þið voru að hætta vinnslu út á landi og koma með allt fólki hingað til Grindavíkur. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta gengið vonuframar og kannski ánægilegast það að eins og við skildum við vöndum okkur mikið við það, gengum alltaf út frá því að héldu allir í vinnu. Og ég veit ekki betur en það sé þannig, einhverju 4-5 sem við hefum ekki komin í fasta vinnu. Móttakan á fólkinu hérna gengið mjög vel. Við vissum alveg að þetta væri erfitt, við vissum að þetta væri viðkvæmt og þekkjum það manna best. En við erum mjög sátt hvernig til við tekist bæði það sem við skildum við og ekki síst hvernig við tekist til uppbyggingunni hérna. Þið sögðuð í fyrra að þið væruð að gera þetta meðal annars til þess að hagræða í rekstrinum. Hefur það gengið eftir? Já, það hefur allar áætlanir eitthvað gengið eftir í því og jafnvel að sé meira í því enn við reiknuðum með. Þetta sjávarútvegurinn breytir svo ört, hann svo, og ef þú tekur ekki góðar og erfiðar ákvarðanir, að þá nærði ekkert 50 ára aldri og það kannski það stendur upp úr að við erum þakklátt fyrir að fyrirtæki sé á góðu skriði og ekki bara á lífi heldur en það fyrst og fremst ekkert sjálfsagt að fyrirtækin lifi af 50 ár í öllum þessum breytingum sem að sjávarútvegurinn og allar aðrar atvinnugreinar þurfa alltaf að glíma við. Ég veit þetta erfið spurning, en hvað eru svona helstu breytingarnar í sjávarútvegi sem átt sér stað á þessu 50 árum? Þetta eru stórtæk stökk og kannski það sem einkenni sjávarútveginn, hvað hann rosalega fljótur og aktífur að breytast og aðlagast. Og okkar skilaboð eru bara að við verðum að leyfa honum að taka það. Ísland ein verstöð. Við erum búsetuvíglínan ekki á milli hreppa á Íslandi. Hún milli Íslands og annarra landa. Við ætlum að lifa hérna góðu lífi og við ætlum ekki að reka okkur inn í torfkofan aftur. Sjávarútvegurinn leiðandi í allri framleiðni og skapandi hugsun og það að verða byltinguna núna. Og hún felst í því að það að koma af greininni ótrúlega mikið af ungu og hæfileikaríku fólki í allar annað en bara veiðarnar. Við erum að rífast veiðarnar í 30 ár en sem betur fyrir vaxandi skilningur á því hvað sjávarútvegur og það við erum að fá fullt af vel menntuðu ungu fólki og það að vera algjör bylting í því hvernig sjávarútvegurinn mannaður. Hvað með, nú þið, getum við sagt, í bæði svona gamaldagsvinnslu en einni í miklum nýjungum. Er þetta góð blanda hjá okkur? Já, maður segir við séum alveg á sikkurum endanum. Hérna erum við tiltölulega köldu rými í hefðbundnu saltfiski sem náttúrulega eins og sér þegar sko tækjabúnan ekkert eins og hann var en hann lítur bara eins út og hann var hérna fyrir 50 árum. Á hinum endanum svo með frystihús, ferskfiskshús sem við erum að stefna á það að framleiða 500 bita á mínútu í haust þegar allur marelpakkin farin að virka. Við erum búin að keyra núna 1 ár og virka mjög vel. Það eftir með ferskan, það hraði, það ferskleiki, það allt annað, allt miklu hraðar. Það svona við erum svolítið saltfiskallar í hjarta okkar sko, aldrei upp í því. En það rosalega gaman að sjá hvernig þessi nýju greinar og þessar skurðavélar að koma inn og ég segi það að þessi skurðavélar sem Íslendingar að framleiða jafn mikil bylting og þegar flökunarvélarnar koma. Þannig að við erum ekkert sko nærri komin neinn endimörku sjávarútvegi, við erum svona næstu að byrja. Það er mikið útlendingum hérna sjáum við, eru þetta ykkar viðskiptavinir sem að fagna þessum tímamótum með ykkur? Já, við buðum þeim til okkar og það komu 40-50 manns frá okkar helstu kunnar á Ítalíu, Spáni, Grikklandi, Þýskalandi og voru með okkur í starfsmannapartíinu í Hörpu á föstudaginn og síðan fóru þeir í mjög skemmtilega ferð í gær upp á jökul og fengu bara heiðan himinn og logn og eru bara ekki orði yfir Íslandi eins og við gott að sýnda með í gær
Og svo erum við að sýna þeim það núna, þetta er mest flestir eru saltfiskkaupmenn. En núna erum við að sýna þeim nýja tíma og þeir þurfa svona fylgjast með í þróuninni, því að það er ekki bara þróun í verkun er kannski að fylgja þessi þróun sem er í markaðslöndunum. Og saltfiskurinn er mjög stabíll, hann er mjög svona passífur og alls þar í heiminum. Það verður bara verið í saltinu. En svo sjáum við bara hvað að þeir þurfa til að komast að neytendanum, þurfa þeir að gera eins og allir aðrir. Og þess vegna er mjög ánægjulegt að fiskur hafi gefið sér tíma til að koma til okkar. Nú er oft talað kvótann og hvernig finnst þér svona skilningu fólks eða viðhorf vera gagnvart ykkur sem að eigi kvóta og eru að reka fyrirtæki í þessu umhverfi? Ég held að það sem við höfum gert rangt undanfarin ári er það að við erum ekki nógu duglega að opna fyrirtækjum og sína hvað við erum að gera. Kvótinn er bara einn þáttur í því, það er bara eitt orð yfir eitthvað skipulag veiða. Sjávarútvegurinn er svo margþættari og ef þú ætlar að aðgreina kvótann frá þessu ferli þá ertu að segja það sko að verkefnin sem að tæki og tól eru keypt til þess að sinna eigi aðskiljast í sundur. Ef menn vilja dreifða eignaraðild þá er menn bara að horfa á hlutabréfin og að það sé dreifð eignaraðild að þessu félögum. Við eigum helling eftir í hagræðingu sjávarútvegi en sem betur fer er viðhorf manna að breytast fyrir því að hvað er miklu meira í þessu heldur en bara að verða að veiða. Sjávarklassin, sko þetta er nokkurn veginn þannig að ef þú fækkar einni í þessari hefðbundnu vinnslu og veiðum þá fjölgar 2 í tæknigeranum. Og tæknigerinn er bara einn og sami pakkin og sjávarútveginn. Í nýja frystihúsinu okkar þar niður frá, ef þú horfir yfir salinn, það er allt í honum íslensk hönnun, íslensk framleiðsla og íslensk þekking. Og við erum bara að vinna þetta í samstarfi við Marel, við viljum bara að menn komi horfi við salinn og kaupi eitt ekki svona sal. Og inn í því eru sko innmyndunarkerfi, flökunarvélar, hausarar, bitaskjörðarvélar, það er allt nema fristandi, við erum ekki komnir inn í það. En þannig að samstarf tæknigerans og sjávarútvegs er alltaf að aukast og hefur það þó verið ærið hingað til. Og tengist þetta að hluta af þessu tilraunaverkefni ykkar Kollland-dæminu? Já, Kollland er bara, ég segja það sko, við erum búin að ganga í margar byltingar. Það eru 2 byltingar eða mikla breytingar framöndan, það er þessi hliðarafurðir. Það er búið að banna að tala um aukaafurðir, þetta eru hliðarafurðirnar og það er Kollland í fararbroddi og er að sinna því hlutverki og hitt er síðan sem kemur í kjölfar þessar skurðavéla að það er að taka pökkunina alla heim í smápakningarnar. Þegar við förum að stað í október þá erum við búin að tvöfalda afköstun aftur niður frá og ætlum að framleiða 500 bita á mínútu sem er há tala. Hún verður ekki dægilega há fyrir hún segir sko að á hverju einustu mínútu þurfa 250 manns út í heimi að ákveða að borða fisk frá þessu eina húsi. Þannig að þeir á hverju sekundu eru 4 sem ákveða það að borða fisk frá okkur eina frystihúsi. Og þá fer maður að spyrja, hvernig fer það því? Þá ertu komin inn markaðinn og dreifinguna og geymsluna og allan pakkan. Þannig að sko í sinni víðustu mynd er sjávarútvegurinn bara mjög heillandi fyrir alla og sérstaklega ungt velmennta fólk. Hvað er þetta margt fólk sem að tengist fyrirtækinu ykkar í dag? Við erum 257 þegar töldur núna fyrir, talan 57 eldur okkur gegnum allt. Við erum með minningatónleika í kvöld fyrir pappa og mömmu og 57 hefur verið hérna á bátum og símanúmerum og öllu. Og 4 dögum áður en pabbi dó, þá fékk hann í fangi barnabarn eða afkomanda númer 57. Þannig að ég höldum ekki upp á 60 ára afmæli næst, heldur 57 ára afmæli. Og ertu bjartsýnn á framtíðina því eruð þau bara að berjast? Þetta bara lítur mjög vel núna og hérna breytingarnar tekist vel og við erum tilbúinir í næstu 50 árin og erum að manna fyrirtækja ungu fólki. Ég er svona, þegar maður missir báða foreldra sína, það áttar maður sig því að maður er næstur í rauðinni og við erum að unga fólki núna kemur með allt annan bakgrunn en við komum með og hérna ég held að ég trúi ekki að náist alveg sátt við alla í samfélaginu um að hvernig ég reka fyrirtækin. Hver má svo eiga þau, þá er það bara önnur spurning, en það má ekki aðskilja verkefnin frá þeim tækjum sem að verstöðin Íslandi er búin að kaupa til verkefnisins. Þannig að þú veit alveg á því að sjávarútvegur mun verða svona burðarstykki í atvinnu á Íslandi næstu áratugina? Sjávarútvegurinn sinni í víðustu mynd og er á, sko, hann á ómæld tækifæri. Alveg jafnmörg tækifæri ónotuð eins og orkuiðnaðurinn og ferðaþjónustan og við erum svo ótrúlega auðug að það er alveg ótrúlega hvað okkur tekst að rífast og vera vond hvort við annað svona út af við.
En þið eru allan að gleðast hérna núna og hafið góða ástæðu til. Já, við ætlum að gleðast og við erum búin að leggja mikið á okkur í þessu undirbúningi, heppnaðist rosalega við starfsmannaveislan, kunnadagurinn í gær og mér sýnist þessi dag að fara bara eins á stað og við hlökkum rosalega til að menningartónleikan í kvöld og ef að fólki sem kemur í kirkjuna og hlustar á okkur hefur jafn gaman aðeins og við, þá verður rosalega gaman. Ísur og þorskarinn blíða á mig, en vinur ég elska eins þig. Leið og við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra fríska miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað sem hefur komið út í yfir 30 ár, Víkurfréttavefinn vaff.is sem fagnar 20 ára afmæli á þessu ári, hugsa ykkur það, fyrir kylfingana, kylfingur.is og hann 10 ára og mun af því tilefni verða með nýjungi í sumar, við ætlum að vera með nýjan sjónvarpsþátt, komið þið sæl. Og að lokum minnum við ykkur á að þið getið séð eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á YouTube rásinni undir sjónvarp Víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst á vikuliðinni, verið sæl. Vertu velkominn á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófa að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.